Jæja, þá ljúkum við kafla 2 og fyrst skoðum við reglu 2.1.3 og hún snýst skilgreiningu og lausn á deildajöfnu af þessari gerð hér Q í jafnt og 0. Það er að segja hvernig við tölum jafnvægislausn og svo klárum við í reglu 2.3 þar sem að 2.4 þar sem við erum með f af x hér. Allt í lagi, við látum I1 og I2 vera lausn á deildajöfnu í tvímerkt pluss p af x sinnum í merkt pluss q í jafnt og 0. Þessi föll p og q eru samfelld raungild föll á einhverju rauntalnabili í og við höfum að það sé opið í lítur einhvern veginn svona út með endapunkta A og B og þetta er hlutbil á rauntalnásnum. Við skulum bæta við hérna vera línulega óháðar. Því ef það væri það ekki, þá þurfum eitthvað að eiga við annað fallana til þess að búa þetta línulega óháðar lausnir. Þá höfum þetta hérna, þá kallast þau saman. Ef þau eru línulega óháðar lausnir, þá kallast þau saman grunnlausn. Þá kallast I1 og I2 grunnlausn, fundamental set of solution. Grunnlausn deildajöfnunar eða fyrir þessa deildajöfnu. Og almenn lausn á deildajöfnunni er línuleg samantekt af í einum eða línulega samantektin. Hún er línuleg samantekt af þessum föllum í 1 og í 2. Það er að segja phi af x er C1 sem er ykkur ókvarða fasti sinnum í 1 af x pluss C2 sinnum í 2 af x. Svona. Það er séu línulega óháðar þýðir að kannski setja bara svona fram sem punkta svona til athugunar að I1 og I2 séu línulega óháðar þýðir að af Wronski ákveður I1, I2 í sérhverjum punkti x hér. Við skrifum Wronski ákveðuna bara oft svona og við rifum upp hvernig þetta er skrifað. Þá höfum við þetta í staðinn fyrir det af 4 föllum sem eru I1, I2, I1 mert, I2 mert. Og þetta var bara teljarinn í því sem kemur út úr brotareglu deildunar eða góðareglu og það er I1, I2 mert mínus I. En þetta þýðir aðeins það að þetta er ekki 0. Hér náttúrulega undir skilið þetta eru föll af x fyrir öll x á þessu bili I. Það er það sem þetta þýðir. Nú, kannski næsti punktur, sérlega því við viljum geta forritað lausnirnar, er að í mörgum bókum þá er grunnlausn tekin saman í vígur. Þó það sé ekki gert í okkar kennslubók. Þá höfum við bara bókhald í vígri og allir vígrarnir mannlega sem tekið fram eru doktorar. Geymum grunnlausnina svona. En það þýðir að við getum skrifað Wronski ákveðuna á, við skulum sýna hvernig við gerum afleiðuna. Við setjum þá punkt hér sem
því er alveg sama og að deilda báða liði vígusins. Þetta er líka venja og þetta þýðir að við deildum í 1 með tilliti til x og í 2 með tilliti til x. Svona. Að þá er sko Wronski ákveðan, kannski fyrst. Svo geymum við þessar upplýsingar í fylki þar sem við höfum í sem línuvegur og afleiðuna sem línuvegur. Svona. Og við getum alveg haft þetta sem falla vex hér og skrifa þá kannski í bild sem falla vex og í mert bild sem falla vex. Og við skrifum þetta alveg út, þá þýðir þetta í 1 er falla vex og seinni liðurinn er í 2 er falla vex og neðri línan er í 1 mert sem falla vex og í 2 mert sem falla vex. Þannig að hér höfum við þessar upplýsingar sem við þurfum á að halda geymdar í fylki. Wronski ákveðan er þá dett af þessu fylki sem er falla vex. Og ef við tökum ákveðu þessa fylkis þá fáum við náttúrulega þetta sem við vorum með áðan. Það er í 1 af x sinnum í 2 mert af x og svo tökum við mínusinn mínus í 2 af x sinnum í 1 mert af x. Ef að föllin í 1 og í 2 er línulega óháð, í 1 í 2 línulega óháð, þá er þetta ekki 0 og það gildir öll x á bilinu. Það þýðir sérlega að það er nóg að prófa bara 1 af x-unum á bilinu ef þetta eru flóknar formúlur og það getum við stungið inn í formúlunar. Ef að 0 er til dæmis á bilinu, þá stingum maður kannski bara 0 inn í föllin sem eru gefin, því þá eru komið með tölur og getum bara reikna þetta út eins og hvert annað stuðlafylki eða talnafylki. Þetta er þá punktur og ef að við förum þá leið að setja í 1 og í 2 fylki, þá getum við líka tekið óákvörðuðu stuðlana og sett þá í vigur, vildi ég sagt það. Og svo setjum við oft hérna, við geymum stuðlana C1 og C2 líka í fylki. En þá er líka hægt að skrifa almennu lausnina, til að sleppa x-unum, phi af x sem debilfeldi. Þá höfum við þessi fastavegurinn sinnum fallavegurinn og það má líka alveg skrifa það svona því að debilfeldi er víxlir í og C. Debilfeldi er svo sem ekkert annað heldur en fyrirrennari fylgjamarkvöldunar, en þá þurfum við að stilla því sem kemur fram á undan upp sem línuveri, strókleðri á. Þannig við myndum skrifa í vilt, fyrirvörun er lína, ekkert tákn og hér höfum við þá stuðlana. Og ef við setjum þetta bara inn aftur til þess að sjá þetta, þá er þetta í 1, í 2, fylgja margfalda við C1, C2, en þetta hendar ákvæðlega vel í MATLAB, þetta form. Ef við, en þetta er þá, ef margfaldum mér upp úr, það skulum kannski sína það til upprifjunar, þá er það þessi sinnum þessi og skrifum þá kannski C1 á undan og svo er það þessi sinnum þessi og svo með þetta svona sem bara lína sinnum dálkur pluss C2 1 epsilon 2 svona. Og við skulum þá skoða dæmi á þess að velta þess fyrir okkur.
Við skulum leysa þessa deildajöfnu sinnum epsilon. Já, í tvímerkt pluss í er 0. Þetta er hérna hröðun pluss staðsetning f höst. Epsilon er bara fall af x. Og hvernig við leysa þetta hér? Hér er, nú hefur við að hugsa þetta kannski sem við verum að einbeita okkur þessu formi hér. Epsilon tvímerkt pluss p af x sinnum í merkt pluss q sinnum í jafnt og 0. Þetta er sem sagt mun leita jafnvægislaust og hér er p-ið í jöfnunni 0 og q-ið í jöfnunni er bara fastafallið 1. En þetta er þá hreinlega bara jafna á forminu sem sagt a epsilon tvímerkt pluss b epsilon merkt pluss c í jafnt og 0. Og hana kunnum við að leysa. Og ef við hugsaum nú hana svona og við munum reyna að velja p og q oft þegar það á við bara sem fasta til þess að geta unnið með þessa sem við þekkjum vel. Og við skulum þá frekar segja að þetta hérna sé einfaldara formið sem við kunnum vel við og segja, já, ennþá einfaldara form og hér er þá a-ið 1, b-ið er 0 og c-ið er 1 og kennijafnan er þá 1 sem er a-ið, r í öðru, b-ið er 0 og pluss 1 og þetta á að vera 0. Og við getum auðvitað að leysa þetta þannig að við þáttum vinstri, notum bara samangangareglu og það er þá r mínus i og svo r pluss i jafnt á 0. Við séum þá önnur rótin er i og hin er mínus i samkvæmt 0-þáttareglu. Ef okkur finnst þetta ókunnulegt, þá getum við líka bara nota þessa reglu hér. Reiknum út a-greinin. Við höfum g er b í öðru mínus 4ac. B-ið er 0 mínus 4 sinnum 1 sinnum 1 4ac og þetta er þá mínus 4 og svo stingum við inn r er mínus b deilt með 2a pluss mínus rótin af d deilt með 2a og b-ið er 0 þannig að við fáum 0 pluss mínus og hér erum við að draga rót af mínus 4 og rótin af 4 er 2, rótin af mínus 1 er i og svo deilum við með 2 þannig að við fáum bara pluss mínus i og skrifum það þá bara svona. Þá vitum við hérðan að greinirinn minn er 0 svoleiðis að við höfum tilvik 3 og þá vitum við að grunnlausnin hún er, ef við röðum henni bara upp, hún er alltaf á forminu, já, annað fallena er e í veldunum í x sinnum kosinus af delta x og við sjáum að delta er 1 og míið er 0. Delta stendur við í og míið er raunhlutinn og hinn er e í veldinu mí x og svo sinus af delta x svona og svo röðum við bara inn, míið er 0, deltan er 1 þannig að þetta verður bara cos x sin x og við þurfum auðvitað ekki að fara þess alveg einhver leið þess að leysa þetta en við skulum nú samt bara æfa okkur í dagbólnu ef við deildum núna grunnlausnina þá fáum við afleiðina cos er sin x og afleiðina sin mínus sin x alltaf og afleiðina sinus er cosinus af x og þá getum við að reikna Wronski og þá hann er þessi ákveða
og þá röðum við þessum upp sem línuvegri. Þá hafa við cos x sin x og þessum fyrir neðan sem línuvegri í byltumónum og fáum mínus sin x cos x og Wronski ákveðan má ekki verða 0. Jú, en ef hún verður 0 þá þurfum við að finna einhverja aðra grunnlausn. Við vitum að þetta er einhverja lausn, svo að það verður að koma út eitthvað annað en 0. Og svo reiknum við cos x sinum cos x mínus sin x sinum mínus sin x eða bara cos í öðru x pluss sin í öðru x. Og þetta er einn sérilagi ef þetta ekki 0 og það passar auðvitað við það sem við vissum. Þetta er grunnlausnin. Þessi tvö föll, þetta köllum við svo kannski í 1 og þetta í 2. Og þar með vitum við að almenna lausnin er bara línuleg samantekt af þessum tveimur. Phi af x er C1 epsilon 1 pluss C2 epsilon 2. Og við þurfum ekkert að nota þetta svona 1 epsilon 2, heldur bara cos x og sin x. Og þetta er þá cos x og C2 sin x. Við gátum líka að skrifa þetta svona. Phi af x er cos x sin x. Það vildum geyma þetta fyrir tölvu C2 svona. Og svo þegar maður kvöldum upp úr þá fáum við þetta það sem við vorum með. Svona. Allt í lagi, hvað erum við komin með? Við ráðum sem sagt ágætlega við jafnvægislausnir. Og grunnlausnin, hún verður síðan það sem við notum til þess að finna lausn þegar þetta er orðið f af x og hjálpar okkur til þess. Svoleiðis að við höldum vel utan grunnlausnina, óhlýðralausnina eða jafnvægislausnina. Næsta og síðasta setningin eða regla 2.1.4 sem við viljum skilja vel. Hún er þannig að við erum að skoða þessa annarstigs línulegu venjulegu deildajöfnuð á óhlýðra forminu. Þar að segja hægri hliðin er ekki 0. Fyrirgefið á hliðraða forminu, þar að segja hægri hliðin er ekki 0. Lítum á deildajöfnuna í tvímerkt pluss p af x epsilonmerkt pluss q af y jafnt og eitthvað f. Og hér eins og áður þá eru p, i og f. Þetta eru samfelldir raungild föll skilgreind af einhverju opnu hlutbili í r. Og við skulum láta sem svo að við höfum fundið eina lausn og hún er kölluð sérlausn. Bara einhver ein lausn sem uppfyllir þessa deildajöfnu hér. Sem sagt stingum inn einhverju falli sem við finnum og þau stinguð inn þá kemur út f. Og í, og svo er þetta táknmál útlensku p partikular. Í p uppfylli eða sé lausn á þessari deildajöfnu hér. Og síðan skulum við líka láta og ekki bara leyfa okkur að skrifa í 1, í 2 sem grunnlausn. Munum hvað það þýðir. Það þýðir að þau uppfylla þessi föll bæði lausn á óhlýðarjöfnunni þess þegar þetta hér er 0. Og bara það sem við vorum að gera hér áðan. Þegar hægri hliðin er 0. Þá er almenna lausnin. Þá er almenna lausnin á öllu kerfinu. Eitthvað fall phi. Já, ég skulum segja bara grunnlausn. Það er að segja epsilon og skulum kalla það h fyrir jafnvægislausn. Þetta h kemur úr ensku homogena lausnin. Þetta er svolítið vont nafn af því að orðið homogeni líka notað fyrir vítaleiðsarjöfnur. En
þetta H þýðir að lausnin sé í núllrúminu. Það er að segja að þetta er svona. Ég að skrifa þetta. Er lausn á y tvímerkt pluss p y merkt pluss q í jafnt og 0. Svona. En þá er almenna lausnin nefnilega sleppa þessu x-i. Phi af x er óhleraða lausnin pluss þessi eina sérlausn sem okkur tókst að finna. Það er allt og sumt. Við þurfum síðan að eyða næsta dæmablaði í það. Við finnum ekki svona lausni núna, heldur gerum við það næst með tveimur aðferðum. Aðferð og hvað það er að fasta eða bara ágískun, reynum að gíska á lausnina. Og svo aðferð breytilegra stöðla, þá fáum við formúlu, þar sem að Wronski ákveðan kemur við sögu til þess að finna þetta ódýrætt. Og formúlur eru góðar þegar við viljum bara forrita lausnirnar. Og þetta er þá komið, skulum rétt lít yfir þetta og skoða myndina. Þetta er bara einhver deildajafna, annars stigs línuleg venjuleg deildajafna og hefur hægri hlið f af x. Og hér er ein lausn sem við getum fundið með einhverjum ráðum. Við reynum að finna grunnlausn, leysum hana fyrst og hún er þá alltaf á þessu formi hér. Línuleg samantekt af föllunum og grunnlausninni og uppfyllir þessa jöfnu. En almenna lausnin er þá þessi pluss þessi. Og við sönnum það einhvern veginn svona að við myndum mismunafallið. Phi er samkvæmt smíð, það er ef við stingum phi inn í þessa deildajöfnu þá kemur út f. Og ef við stingum sérlausninni inn í kerfið þá kemur út f. Þannig að við ætlum að skoða þennan mismun, phi mínus í partíkular og við setjum hann inn í kerfið. Og svona pluss phi mínus í partíkular merkt og þá þetta er p hérna fyrir framann og svo q og svo phi mínus sérlausnin sem okkur tókst að finna. Og hvað fáum við? Deilduðin er línuleg aðgerð, þannig að við getum tekið phi tvímerkt, p phi merkt pluss q phi. Skrifum þetta. Phi tvímerkt pluss p phi merkt pluss q phi. Og svo drögum við frá. Það er þá mínus í p tvímerkt í p tvímerkt pluss p sinnum í p merkt pluss q í. Og þetta hérna er f. Það sem kemur út úr þessari er f, og það sem kemur út úr þessu hægri hliðin verður f, og svo lesa út kemur 0. En það þýðir að þetta hérna fall, phi mínus í p, er jafnvægislausn. Og allar jafnvægislausnar eru á þessu formi. Og við segjum stundum að það sé þá í núllrúmi deildajöfnunnar ópa sí. Svo að phi mínus í p er lausn sem uppfyllir, eða það er jafnvægislausn. Það er til eitthvað C1, C2, en þetta er nákvæmlega rétt. Og þá er, til að ég setjum x núna, phi af x, þetta er homogena lausnin og hleraða lausnin í h. Í h af x pluss færa þessa á hægri hlið í p af x og þetta er náttúrulega gildi fyrir öll x á einhverju opnum bíli sem var tilgreint eða við þurfum að finna. Og aftur ítreka ég, þetta er eftir að gera, það með eftir að finna þetta hér. Það var bara eitt eftir núna að það er að skoða þetta sem upphafsgildisverkefni. Ég tæki örstuttan fyrirlestur í það að
upphafsgildisverkefni. Það er þegar gefið er að epsilon af einhverjum punkti x0 verði einhver tala 1 og hallin þar er einhver tala 2. Það gefur okkur ótvíræða stuðla hér og við skulum taka örstutt spjall um það hvernig við leysum þessi tvær jöfnur saman í næstu atriðinu. Við skulum þá ljúka þessu. Við erum að leysa svona deildajöfnu. Og við finnum með einhverjum ráðum sérlausn og við getum fundið grunnlausn, 2 föll í 1 í 2 og við getum myndað jafnvægislausn. Og í upphafsgildisverkefni þá þurfum við að finna þessar tölur C1 og C2 bara ótvíræður. Þannig okkur nægir í upphafsgildisverkefni á þessu tagi að einbeita okkur að jafnvægislausninni eða óhlýðrilausninni. Ef okkur er nú gefið þetta að í einhverju punkti x0 þá fáum við það var t1 núna, við skrifum venjulega epsilon 0 og þekkjum við líka hraðan eða hallan. Það er eitthvað tala líka, þetta er hallatala. T1 er staðsetningsrifið eða íhnýtt staðsetningar og þetta hér er halli. Nú, þetta þýðir þá að epsilon jafnvægislausn, og skulum þá bara skrifa hana upp, er einhver fasti og hverjaður enn sem komið er sinnum annar liður grunnlausnarinnar og svo C2 og svo hitt fallið í grunnlausninni 2 og svo er ekki annað en að setja x0 hér inn. En við þurfum líka að hafa afleiðina, þannig að við deildum og fáum þá C1 í mert í einum af x plus C2 í mert af lausn 2. Nú getum við sett punktinn inn, x0, 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 x0. Samkvæmt því sem gefið er, þá er þetta eitthvað tala T1 og þetta er hallatala T2. Það sem við höfum hér er svo sem ekki nýtt. Við erum með 2 jöfnur, jöfna 1 og 2 og við erum með 2 óþekktar stærðir. Það er aðeins C1 og C2 sem eru óþekktar. En það getur verið svolítið þægilegt að hafa þægileg tæki til þess að leysa þetta og ég ætla þá að sýna ykkur kannski eða minna á kannski aðferð 1 sem við höfum notað ef að myndum til dæmis taka T1 og T2 saman í vegurinn T, þetta er dálkvegur, inni hefur liðinni D2 og svo tökum við I1 og I1 mert saman í dálkvegur í 1 í x0 og í 1 mert í x0 svona, hér er C1 og svo tökum við þennan hérna saman í vikur þessar 2 og hér er við þá I2 í x0 og I2 mert í x0. Við vitum að þetta er ekkert annað heldur en fylki. Við höfum hérna I1 x0 eða öllu heldur er þetta fylkja margföldun I1 mert í x0 og hér setjum við hindálkinn og við höfum þá I2 í x0 og I2 mert í x0 og hér tökum við og ákvarðu stulana, ætlum að finna þá. Kannski skrifum þetta svona fyrst, T1, T2 og nú sjáum við, kalla þetta, sjáum það bara samhenginu,
Þetta hér er vegurinn T. Þetta hérna allt saman er fylkið F og þessi dálkvegur hér er stuðlavegurinn C1, C2 með óákvörðuðu höstunum. Ég ætla að setja hérna fram reglu andhverfu því 2 fylkis ef að A er bara almenn regla, svo stingum við bara inn í hana. A1, 1, A2, 1, A1, 2, A2, 2 og ákveða fylkingsins A er ekki 0, þá er andhverfan gefið með formúlinni 1 á móti dött A og við munum rökstuða þetta betur síðar. Núna er ágætt bara að fá þessa reglu að blátt. Þá skoðum við svokallað hjáþvottafylki. Þessi víxlast A2, 2, A1, 1 og það kemur mínus á þessar tölur á hinni hornalínunni. Mínus A1, 2, mínus A2, 1 og svo beitum við þessari reglu á þetta hérna fylki og það sem að við vitum að þetta fylki hér ákveða þess er Wronski ákveðan. Hún er ekki 0 af því að I1 og I2 mynda grunnlaust. Þess vegna ef við lesum þetta nú í þess átt svona og ég ætla að skrifa þetta bara svona F aftur F C er T og þá getum við fylkja margfaldað með andhverfunni frá vinstri F C jafnt og F andhverfa T og F andhverfa F. Þetta er einingafylkið og það verður I og þannig að við fáum I sinnum C og I sinnum C er bara C. Þannig að við fáum C stöðlarnir eru þessi andhverfa sinnum T. Ef við stillum svona jöfnu upp í MATLAB til dæmis til þess að finna stöðlana, við erum komin með þessar tölur, að þá getum við bara ítt til dæmis á inf F, inverse F og nota þá fylkja margföldunartáknið til þess að fá bara stuðlana beint. Ef við setjum nú þetta inn þá er det F, það er Wronski inn, þannig að við fáum 1 á móti Wronski í X hérna andhverfan á víxlu á þessum tveimur og fáum I2 merkt í X0 og I1 í X0 mínus og mínus þá fáum mínus y1 merkt í X0 og mínus y2 í X0 svona og þetta eru tölurnar sem eru gefnar T1, T2 þetta er T1, T2 og svo bara fylkja margföldum við og fáum þessi sinnum þessi pluss þessi sinnum þessi. Fáum þá 1 á móti Wronski í X0 og fáum hér 2 hæðir. Við fáum T1 sinnum y2 merkt í X0 mínus T2, þá er allatalan, sinnum y2 í X0 og svo fáum við hér T2, er kannski taka plúsin á undan, þennan á undan T2 sinnum þessi í 1 X0 mínus T1 í 1 merkt í X0
og við getum svo sem alveg skrifa þetta út. C1 er efri hæðin, það er að segja T1 í 2 mert í x0 mínus T2 í 2 í x0 deilt með Woronski í x0 og C2 er T2 í 1 x0 mínus T1 í mert í 1 mert x0 deilt með Woronski. Þetta eru þá fundnir stöðlar. Við gætum þá skrifað að lausnarfallið er þessi stöðlar hér. Þetta eru bara tölur sem við vitum nákvæmlega hverjir eru. Þetta margfaldast við x í 1 almennt pluss einfastinn sem hér stendur 2 og þannig í 2 og svo pluss stjælustinn. Svona.